Byltingafræði ný þverfagleg námsgrein sem byggð á grunni HHS námsins sem að heimspeki hagfræði og stjórnmálafræði sem hefur verið kennd byrjust núna í yfir 10 ár og nálgun á þær undirstöðu greinar. Þarna erum við sérstaklega að skoða róttækar samfélagsbreytingar og breytingar í bæði stærri heildum og minni skipulagsheildum. Námið mjög spennandi og mjög það breytir manni. Það mjög mikil áhrif á þig. Þú finnur hvernig þú þroskast í náminu, víkkar sjóndeildarhringinn, fyrir að stíga út fyrir þægindarammann og tileinka þér námsefnið sem við erum að taka fyrir. Inntakið í náminu mjög fjölbreytilegt. Það sem að mér finnst mjög gaman af að til dæmis núna erum við búin að vera í byltingafræðafanga og þar erum við búin að fara í gegnum helstu byltingar sögunar og margar stjórnmálakenningar og svo núna ferum við í stjórnmálafræðina og þetta spila svo saman. Nú ég komið svo góðan grunn til dæmis að flokkakerfi Íslands, hvernig franska byltingin hafði áhrif á lýðræði okkar í heimspekinni. Heimspekin kemur inn á fullt af pólitískum pælingum. Ég meina þessir heimspekingar voru stjórnmálamenn líka. Og í rauninni það að ég ekki bara að læra byltingafræði, ég að læra heimspeki, stjórnmálafræði, markaðsfræði og þetta tengist allt saman. Hugsunin með náminu að bjóða upp á áhugaverða leið fyrir fólk sem að kannski finnur sig ekki endilega í gömlu og gamalgrónum námsleiðum. Fólk sem hefur áhuga á að tengja saman ólíka þætti, ólík þekkingarsvið og nýta þau í framhaldinu til þess að vonandi breyta samfélaginu eða breyta hlutum í kringum sig. Möguleikarnir eftir námið eins og með svo margt annað í hug- og félagsvísindum að þetta er góður grunnur fyrir frekara nám í hvaða félagsvísindum og hugvísindum sem er. Þetta er líka góður grunnur fyrir fólk sem vill bara nálgast umhverfið sitt og samfélagið á svona dálítið annan hátt heldur en að það hefur gert hingað til. Það sem að kennarinn sagði okkur í fyrsta tímanum að það útskrifast, segjum bara 30 hagfræðingar, 50 lögfræðingar og 10 markaðsfræðingar og svo sækið þið allir sama starfið og viðkomandi les yfir og svo allt í raun. Byltingarfræðingur, ok, hann kemst í viðtal, og svo náttúrulega þarftu bara að sýna fram á hvað það hefur að bjóða. En mér finnst að hafa sérstöðuna yfir það hvað það nýtt, spennandi og það í sjálfu sér mjög byltingarkennt. Það sem snertir alla anga samfélagsins, þetta svo þverfaglegt nám og bara býður upp á svo mikið og svo getur þú valið hvað þú sérhæfið í.